við sjörðina. Þeir ætluðu að ljúka henni af á 80 dögum. Nú riðu þeir á fílum frumskóga Indlands og vonuðu að þeir kæmust til borgarinnar Varanasi fyrir kvöldið. Skyndilega nam fíllinn staðar. Hvað nú að? Spurði Fogg önugur. Hvers vegna heldur hann ekki áfram? Hann stóð upp og brá heldur betur í brún hann sá djúpa gjá fyrir framan þá. Sem betur fer hafði fíllinn séð hana nógu snemma til að stansa. Hvað gengur nú á? Kveinaði Passepartout og leit örvæntingafullur á Fogg. Það þýðir ekkert að reyna að krækja fyrir gjána, sagði herra Fogg. Við vitum ekki einu sinni hvað hún löng. Brátt skellur myrkrið á. Við getum ekki leyft okkur að taka á okkur stóran krók. En ekki getum við byggt brú, sagði Passepartout. Mikið leiðilegt að við skulum ekki hafa vængi. Rumdi í Fogg. Þetta hreint ekki svo vitlaust tillaga. Passepartout leit undrandi á hann. Ég bar ekki fram neina tillögu. Víst gerðirðu það, svaraði Fogg. Minntist ekki eitthvað á flug? Passepartout skildi ekki hvað hann átti við. En húsbóndans beindi nú allri athygli sinni að vafningsjurt sem hékk við gjánni. Nú veit ég, sagði herra Fogg og leitaði ákaft í farangrið þeirra. Passepartout virti húsbónda sinn fyrir sér með athygli. Loks dró hann upp stóran málmhring. Svona förum við að því að brúa gjána, sagði hann sigri hrósandi. Hvernig þá? Spurði Passepartout. Þetta einhver töfrahringur? Sjálfum fannst honum hringurinn ósköp venjulegur. Taktu nú eftir, sagði Fogg og smeygði hringnum utan vafningsjurtina. Nú þurfum við bara að festa söðulinn við hann og svo getum við haldið áfram. Nú skildi Passepartout loksins hvað herra Fogg ætlaðist fyrir. Þeir hjálpuðust að við að festa söðulinn við hringinn. Fíllinn ýtti söðlinum af stað og hann rann ljúflega eftir vafningsjurtinni og yfir djúpu gjána. Ferðalangarnir veifuðu til fylgdamannsins og fílsins, svo héldu þeir áfram fótgangandi í gegnum frumskóginn. En það leið ekki á löngu þar til þeir voru orðnir rammvilltir í endalausum skóginum. Þeir höfðu að vísu fundið stíg, en þeir voru ekki vissir hvort hann lægi til borgarinnar Varanasi. Til vonar og vara leit herra Fogg öðru hverju á landabréfið og athugaði áttirnar með áttavita. Passepartout klifraði upp á klett og rannsakaði umhverfið gegnum sjónauka sinn. Ég sé hús, hrópaði hann. Herra Fogg leit undrandi upp til hans. Geturðu komið auga á Gangesfljótið? Passepartout hristi höfuðið. Varanasi stendur við Ganges, sagði herra Fogg og klifraði líka upp á klettinn. Já, þetta bara ansi stór bær, sagði hann svo. Þetta getur bara verið... Mirzapur, greip Passepartout frammi fyrir honum og benti á depil á landabréfinu. Einmitt, við verðum að gista þar og halda svo áfram ferð okkar á morgun, sagði herra Fogg. Við borgarhlið Mirzapur var vörður sem athugaði hvern einasta mann sem leið átt hliðið. Það allt í röð og reglu hjá okkur. Við kærum okkur ekki þjófa og ræningja í borgin okkar, rumdi í feita yfirverðinum. Skyndilega var hann lituð og hann trúði varla eigin augum. Hvaða einkennilegu verur voru nú þetta sem nálguðu stigið? Nemið staðar, hrópaði yfirverðurinn. Svo horfði hann rannsakandi á það. Alveg ég viss að þið eru njósnarar. Ég fljótur að þekkja úr svoleiðis kóna. Ég tek ykkur umsvifalaust fasta. Hvað áttu eiginlega við? Við erum heiðarlegir ferðamenn, sagði herra Fogg. Við gerum engum mein, sagði Passepartout. Hann vildi svo gjarnan hjálpa húsbónda sínum.
en fyrirliðinn fórmæði á báða beint í fangelsi. Hann opnaði dyrnar að auðum klefa. Þið játið kannski á morgun, mér liggur ekkert á. Svo lokaði hann þá báða saklausa inni. Hvernig í ósköpunum eigum við að komast umhverfis jörðina á 80 dögum ef okkur ætlað að hírast hér í fangelsi? Sagði Passepartout og fleygði sér niður á aðra hálmdínuna. Það óþarf að örvænta strax, sagði herra Fogg og leit í kringum sig. Það kemur dagur eftir þennan dag og viðhorf okkar til hlutanna breytast. Og við höfum að minnstakosti þak yfir höfuðið í nótt, þó það sé ekki merkilegt. Það má kannski líta þannig á það, sagði Passepartout og geispaði. Þeir voru svo örmagna eftir daginn að hvorugum datt í hug að gera flóttatilraun. Og það leið ekki á löngu þar til þeir voru báðir sofnaðir. Nóttin leið og í dögun vöknuðu þeir við skrjáf í hálminum. Þar var á ferðinni lítil mús sem vonaðist til að nýju fangarnir hefðu leyft fáeinum brauðmólum. Passepartout brá svo mikið að hann reis upp af dýnunni. Hann leit ráðvilltur í kringum sig. Hvar erum við eiginlega? Í Mirzapur fangelsinu, svaraði herra Fogg. Yfirvörðurinn heldur að við séum njósnarar. Og hvernig tekst okkur að sleppa héðan? Spurði Passepartout og var enn alveg ruglaður. Við erum ekki njósnarar og þeim verður brátt ljóst að þeim hafa orðið á mistök, svaraði herra Fogg. Yfirmaður varðliðsins var einmitt þessar mundir að tilkynna stórkonungnum í Mirzapur handtöku ferðalangana tveggja. Stórkonungurinn leit ströngum augum á yfirvörð sinn. Var ekki dálítið fljótfærnislegt af þér að ákveða strax að handtaka þá? En yfirvörðurinn var alveg viss í sinni sök. Undarlegur klæðaburður þeirra vakti strax grunsemdir mínar. Maður með mína reynslu ekki lengi að sjá hvað klukkan slær í þeim efnum. Hvað? Hefur þið ekki önnur sönnunargögn en klæðaburðinn? Spurði stórkonungurinn. Jú, svaraði yfirvörðurinn og dró upp enskt blað. Njósnararnir eru útlendingar, við fundum þetta blað í fórum þeirra. Stórkonungurinn leit á forsíðuna og svo aftur á yfirvörðinn. Heita þeir kannski Phileas Fogg og Passepartout? Já, það rétt. Hvernig gáttu þið vitað það? Spurði yfirvörðurinn. Bjáninn þinn, sagði stórkonungurinn reiður. Þessir menn eru komnir hingað alla leið frá Englandi til að vinna 800.000 króna veðmál. Þeir veðjuðu að þeir gætu komist umhverfis jörðina á 80 dögum. Það stendur hér skýrum stöfum. Yfirvörðinu var nú ekki sel. Náðu tafalaust í þessa heiðvirðu menn, sagði stórkonungurinn hranalega. Í sömu andrá var Passepartout að lepja í sig þunna súpu með vassbragði. Herra Fogg deildi þurri brauðskoppu með litlu músinni. Allt í einu heyrðu þeir fótatak og ræddur fyrir utan klefadyrnar. Þær opnuðust og inn gekk yfirvörðurinn. Ég bið ykkur innilega afsökunar á mistökum mínum, sagði hann miður sín. En ég get ekki lesið án gleraugnanna minna svo ég gat ekki vitað að... Hann var greinilega ekki í essinu sínu. Jæja, en stórkonungurinn býður ykkur báðum heim til sín. Þeir komu til hallarinnar, heilsaði stórkonungurinn þeim vingjarnlega og bað á afsökunar á mistökunum sem leiddu til handtöku þeirra. En á morgun ætla ég að lána ykkur hraðskreiða skemmtibátinn minn, sagði hann, og þá vinnið þið aftur upp þann tíma sem þið töpuðuð. Í dag vona ég að þið gerið mér